Fyrirgefðu Níl og Horan, hvað sem þú heitir, við þurfum að slökka á þessari væmni og það strax. Föstudagurinn 9. desember, styttist í jólin. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beint á mig út mér sitja, einn harður og einn svona nokkuð harður. Steindi Junior á afmæli í dag og ósku honum inneldur hamingju með daginn. Hann ákvað að fara til Tenerife og fagnaði. Þannig að hann er í frí í dag á afmælisdegi sínum, en í hans stað er Rikki G. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir, maður. Þú varst með okkur líka síðasta föstudag, þú ert komið vel inn í þetta. Já, ég kann þetta. Hvernig ertu núna í dag? Ég er eins og ég segi eins og Junior, ég er fyllandi góður og fróðandi fín. Já, bara nokkuð þéttur. Já, ég er alltaf þéttur, vantar ekkert upp á það. Og leikur lífið við Rikka G þessa dagana? Lífið leikur vilt alltaf við mig í desember. Já. Mikið jólabarn og ég elskar desember. Elskar desember, það er ekkert flóknara. Egill Einarsson, þú eru seint kallaður jólabarn. Hatar jólin? Ég hat ekkert jólin. Hatar jólin? Nei. Þú sagðir einu sem og þú þoldir ekki jólin. Þessi þolegi jólin er umferðin. Já. Og geðveikin, allir flautand og alla gefandi hverjum puttan og Gef öllum, býtu, hvað ertu að keyra? Nákvæmlega. bara, veist þessi geðveiki. Ertu að fá puttan bara í umferðinni? Það hefur ekkert með umferðin að gera, það er þá bara einhver sem þolið. Ég hef ekki séð eitt putta. Ég hef aldrei ekki puttan í umferðinni. Það er Smáralind og Kringlun og allt tróðið og allt í paniki, fólk hlaupandi. Ertu búin að kaupa alla jólagjafir? Nei. Ég er ekki búið með ein. Það er líka það 9. dag, sko. Það er ekki að stressa panika, sko. Nei, ég er enda að það er margir í kringum mig sem að klára þetta bara í nóvember, sko. Já, það er svona skynsama típur, sko. Það er óþólandi. Þá er ekkert gaman í desember, það er gaman að fara á Þorláksmessu og kaupa 2-3 sko. Það er best að eiga eina eftir á Þorlák, hann getur bara hellt vel í þig. Ráfaðum bæinn eitthvað. Þunnur aðfangadag? Þunnur aðfangadag, ég bara tala að vökva sæðis og Þú sagðir hellt vel í mig, þá lítið þú að vera þunnur á aðfangadag. Ég bara tala að taka nokkra Þorlák og Ég er samanlega því að það er gott að eiga eina gjöf eftir þá að maður rölti Laugaveginn og svona hvort sem maður mennur að dekka sér fulla. Þú ætla ekki vera stressaður eiga 7-8 gjafir bara á Þorlák. Nei, ég ætla bara að kringla krána á Þorláksmessu, þetta er mikið. En það er mjög best sko að klára þetta svona 21. des. Þá er maður ekkert í allt og miklu stressi en kemst í svona gott jólaskap. Mjög tímalega. Já, vonandi eru þið komin í jólaskap, kæru hlustendur. Við erum með æðislegan þáttandekur í dag. Það er ekkert flóknar en það. Það er veisla framundan og það sem við erum meðal annars að fara í er kortmyndur frekar. Við ætlum að fara í sturglaða hrossaskít. Rikki, þú ert með tengingu. Já, hún er á sínum stað og þá veist eitthvað vel hérna í dag, sagður? Já, við höfum verið að vinna með veitingastæði ég og Gilsarinn og við heldum áfram að vinna með veitingastæði. Það er gott kameri, við lofum því. Það er gott kameri, segir Egill. Við erum líka með spurningakeppni Gilsarans. Hvað er þema í dag? Ég rústaði henni síðast. Já, vá, þetta er ekki keppni sem vilt vinna, sko. Richard pakkaði saman síðast. Já, skrítið, þetta voru svo lélega spurningar. Hvað er í dag? King of Work. King of Work. Okay. Sko ég var einu sinni með svona svipa koncept á þig og Steinþór. Þetta er öðruvísi sett upp hjá mig núna. King of Work. King of Work. Ekki jólatengt. Jólatengt síðast. Já, við getum ekki alltaf verið með jólatengt. Svo erum við með, dagskráralið sem að, heitir eiginlega bara Rikki G. veislustjóri. Og ég fekk Rikka fyrir í dag til þess að ringja í bara manneskjur út á landi. Bara völdum nafn og það var Ólafur og hvað var Jóna. Já. Og við ringdum bara fór bara já.is og ringdi fólk og hann var að reyna að selja sig sem veislustjóra og plötusnúð, bara eins og vera að selja bækur fyrir jólin. Haft í ári í veislustjórabransanum. Já, ekki vill svo til að þið vanti veislustjóra og plötusnúðum helgina og það er stórkostleg símtöl, ég lofa ykkur því. Fyrir það hér eftir, svo erum við með flottulagakeppnina. Hún er á sínum stað líka og hefur ekki verið lengi. Þannig að það er alltaf stemming og þú sættur með þema. Það fór hlustundur að ringin. Já, það er alltaf gaman að tengja við. Má ég sjá þema í dag í flottulagakeppninni? Ok, hvaða þema ætlar að vera með? Ég er með hugmynd. Takk í því þetta. Sérst, þið eru hættir með konunni og þetta er sérst lag sem að þú sendir henni. Þú ætlar bara ná fyrirverandi aftur. Hvað myndur þú senda fyrirverandi? Lag sem að... Nei, þú vilt bara fyrirverandi, you want her, skilur þú, aftur. Og þú sendir henni, hlusta á þetta. Gerum maður það ef maður vil ná hann aftur, bara sendir henni lag. Já, menn alveg í því. En byrju, ok, sendir henni lag og þú vilt að hlusta á það og komið hlaupandi til þín í rigningunni berfætt. Ok, en vill maður ok, nú er ég að spyrja þegar ég á núna 2 fyrirverandi kærustur á ég þá að vera að hugsa lag sem ég tengi við þær eða á þetta að vera bara eitthvað Nei, bara svona lag sem að þú heldur að verði highly successful í þessu atriði, sko. En hvernig, er maður þá búinn að skýta og er það svona að reyna að vinna aftur? Nei, ekki náttúrulega að skýta hjá þér eða eitthvað, bara þér eru bara hætt saman. Skýtu skeður. Þú ert búinn að átta á því, það voru mistök. Vilt hann aftur, ég ætla að senda henni þetta lag hérna.
Ok, það er ágætið stefn. Ég skal taka þátt í því. En reyndar skrítið að koma frá þér. Þú ert nú ekki, væminn maður. Ég oft mjúki maður. Ertu mjúkur? Já, ég er mjög Á dauða mínum átti ég nú von á. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá erum við með veislu handekkur í dag og enda eiga allir að vera hressir í dag því að, eitt mesta legend allara tíma, Hemmi Gunn, hefði orðið 70 í dag. Elsku Hemmi, við söknum þinn og vonandi hefur það gott hvar sem þú ert og ég held að sé við hæfa að byrja þáttinn á þessum snilling. Þetta ætti að koma liðin í gýrin í jólatraffíkinni. Þetta legendið Hemmi Gunn og lagið Einn dans við mig. 70 í dag eins og komið náðan og til meira legend í fjölmiðla heiminum heldur en Hemmi Gunn. Ég var að spyrja þessu áður en að við komum inn. Ég held að sé ekki til annaðins þjóðar gersemi sem að við Íslendingar höfum átt. Áttum öll eitthvað í honum. Það var mikill meistari. Já, og það meiri segja hann var held ég með 85% áhorf á alla þætti hjá sér. Það er rosa. Það eins og áramótaskaupið og hann var náttúrulega alltaf annarkvöld miðvikudag og það frægt dæmi að hann lét myndavél, ég held að vera á Akureyri sem var bara í beinni á einhverju stað og hann bað alla að slökkva ljósið í íbúðinni hjá sér. Bað það bara í beinni útsendingu og það slökkna á allir í blokkin. Já, bara allir að horfa. Bylgjan segir allir að hlusta en það voru allir að horfa Hemmi Gunn. Líka United maður. Já, það er ekki hægt að tala illa Hemmi. Fyndinn, skemmtilegur toppmaður. Hörðu, var að dettin SMS frá öðrum annari þjóðar gersemi. Hver var þetta SMS? Walt var að senda mér SMS. Hvað er það, Valtýbjörn? Já, Valtarinn var að senda skemmtu þjóðinni kappi. Skemmtu þjóðinni kappi? Því líkt SMS. Hverja á Valtarann? Skemmtu þjóðinni kappi. Ég gerir það, Walt. Það er komið að slúðri hér í FM 95 og ég ætla að byrja á leikonunni Jennu Devan og Channing Tatum. Þau eru, gift og hún var í viðtalunum á dögunum og það sem hún var að lýsa því hvað hún var ánægð með eiginmann sinn í bólinu. Jesus. Og þetta var viðtal við Rósa á honum í fjölumölum, þeir það? Já, hún var í viðtali við Cosmopolitan og hún sagði við lifum mjög góðu og heilbrigðu kynlífi. Það er gaman að vita. Og hvað fór hún? Fór nokkuð náðan út í það? Nei, þau giftu sig fyrir 6 ári síðan, 2012 og ég meina, hefur þú séð Channing Tatum? Þetta ekki að koma hann neitt óvart, sko. Nei, ég finnst alltaf skáð að það væri frábært, ég viðurkenna það. Mér finnst alltaf pínlegt samt þegar að fara á Það eru skotið á það? Já, ég tippa það. Já, það ég tippa það líka. Mér finnst alltaf pínlegt þegar fræga fólk er að tala að kynlífið sé gott. Þetta kemur alltaf reglulega. Okkur er það pínlegt? Það er bara pínlegt. Það segir eiginlega að það er eitthvað vandamál þarna. Er Rikki Nabbo eða? Nei, er ekki Nabbo. Rikki, hefur séð Channing Tatum Já, ég hef séð að rífa þig. Já, ég hef alveg séð hann, sko. Svo reynda las ég hérna meira í viðtali og það sem þau gera til þess að ég halda kynlífinni fesku er að hann fer stundum og breytist í fasteignarsala. Ég veðja góður upp að þetta hefði komið fyrir 12 mínútur upp. Þau hefur alltaf verið mjög hamingjusöm og við ósköðum til hamingju með það. Alltaf gaman að heyra þér hamingja í gangi og bara til lukkum í kynlífið ykkar. Svo er það, Kardashian fjölskyldan. Þú vilt alltaf slúður af þeim. Yes. Já. Það er 20 í gangi. Annars vill vera að tala að Kim Kardashian vilji skilja við Kanye West. Ég held að kemur ekki óvart. Akkur Og því ég er búin að segja nú við Kanye, hann er stórfyrðulur eftir að réðast á Taylor Swift þarna í beinni útsendingu. Já. Þú ætlar ekkert að gleyma því. Nei. Þú ert svo fíllinn. Já. Þetta kemur ekki óvart að Kim sé bara búin að ná. Já, og svo er meira af fjölskyldinu því að Black China, sem að ég held hún sé rappari eða hún er allavega eitthvað þekkt að núti. Black China? Já. Hún var strippari? Nei, hún er ekkert strippari. Er þetta ekki konans Rob? Jú. Já, hún var strippari. Rob Kardashian, já, var strippari, hún er fræg í dag fyrir eitthvað annað. Þú vitir allt það, Richard. Það Ég les slúðumiðla, sko. Og það sem er í gangi er að hún er að giftast Rob Kardashian og ætla að taka upp Kardashian nafnið. En hell no, sögðu systurnar og móðurinn og lögfræðingar þeirra réðu staðinni og hún fær ekki að heita Kardashian en núna eru hins vegar Khloe og Kourtney Kardashian að reyna svona sleikjana samt upp og segja sér allir vinir og þeim tekið vænt hana en hún má bara ekki heita Kardashian. Nei, það er líka vörumerki. Ég var til að heita Kardashian. Myndur vilja heita Egil Kardashian Einarsson? Hvað það myndi gera fyrir fjárhægin og bara fyrir lífið þitt? Hérna á Íslandi? Það myndi ekkert gera fyrir þig að heita Kardashian, sko. Egil Kardashian? Hvað heldur þú, bókaður eitthvað meira sem DJ? 100%. Nei. Og bara, það er brjálað að gera. Þannig að þetta er í slúðri. Ég finn nú ekkert meira hérna, Rikki, þú með eitthvað slúður eða? Mástu með eitthvað þættinu þínum í dag eða eitthvað? Já, ég
var reyndar. Ertu með slúður? Já, ég með eitt slúðumóla. Jú, Kobe Bryant var að eignast sitt 3. barn. Hvað ert þú með? Ég sagði frá því í þættinum mínum í morgun að leikarinn Judge Reinhold. Guður. Hvað nú? Judge Reinhold, veist ég hver hann eða? Ég þarf að googla hann. Judge Reinhold. Ok, leikarinn í Beverly Hills Cop. Já, nákvæmlega blöð. Já, hvað sem kom út 91? Hvernig var Beverly Hills Cop? Hann var 80 eitthvað, en mjög frægur. 80 eitthvað. Lék lengi Santa Claus. Hvað var frétt á honum? Hann var í ykkur útásvital á dögunum og hann var að segja frá því að hann hefði hitt ykkur á 16 ára stráka sem voru aðdáendur hans. Hann sagðist að hafa gefið þeim lykil og sögðist hafa haft sérstaklega gaman að myndinni Fast Times at Richmond High, fræg mynd sem kom út 88. Já, eitthvað svoleiðis. Hún fjallaði kynlíf og eiturlíf þessi mynd á margan hátt og var svona einhvern veginn að koma inn í þetta zone með þeim, þannig að Judge Reinhold ekkert að gera neitt. Ok, sko, maður komið með eitt punkt. Hann er í vesinni. Ef að blöð með slúðrið og þú ætlar að koma innskot inn í slúðrið, Richard, þá væri heldur gott að væri eitthvað magnast slúður sem ég hef heyrt, sko. Það væri bara eitthvað svona hörður blöð, þú glemtir einu hérna. Hvað er blöð? Gerir Silton eða hvað? Þú komst með slúður Judge Reinhold sem lék síðast í mynd, Beverly Hills Cop 1980. Hann lék ekki síðast í henni, hann bara lék síðast í mynd bara 2011 eða eitthvað. En sko núna þegar ég að fara þetta niður, þetta inn á TMZ, þannig að þetta greinlega heitt slúður. Þetta heitt slúður. Bara eiginlega bara drefleðilur. Nei, hörðu, kom 84 Beverly Hills Cop, sorry, ekki 87. Judge Reinhold í vesinni, þar hafið það og já, það alltaf með einhver stormur í kringum Kardashian fjölskylduna. Hér eftir smá stund ætlum við að, ég ætla að hrista hans upp í þættinum í dag. Oftast förum við í kortmyndur frekar næst og eitthvað svona. Það er beita röðinu? Já, ég ætla aðeins að hrista upp í röðinu og koma hlustendum óvart. Bara sjokka hlustendur, en fyrst skuldum við auglýsingar. Það jólastemming í gangi hér á FM 957. Ef að þú hlustar á Óskunnars alla virka daga, þá getið þú átt von á veglegri gjöf frá Jam Audio sem í samstarfi við Elko ætlar að gefa Jam Wi-Fi multiroom hátalara. Þú gætir náður í Jam Symphony að verðmæti 35.000 krónur eða Jam Rhythm að verðmæti 25.000 krónur. Fylgstu með alveg fram til jóla og glæsilegur Jam Audio hátalari gæti orðið þinn. FM 957, gleðileg jól. Gagnrýnendur eru strax farnir að kalla þetta besta borðspil allra tíma. Skellur, sennilega skemmtilegasta borðspil í heimi, komið í verslanir. Snjallar hugmyndir fyrir jólin. Herða og axlanutt frá Homemedics. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Kíktu til okkar í dag á milli 14 og 17 í ilmandi kakó og nýbakað vínabrauð frá Axels bakari. Atlandsolja, Akureyri. Hó, 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 Hókus Pókus. Spennandi jólagjafir á góðu verði. Hókus Pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Þú fær hörðu og mjúku pakkana hjá okkur. Bíkó, gerum þetta saman. Nýbakaðar belgískar. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Kíkt í vöfflu. Okkur í Keiluhöllinni Sportbar langar til að leyfa ykkur að heyra raunverulega upptöku af beinni útsendingu á Sportbarnum. Já, svona getur stemningin verið. Keiluhöllin Sportbar. Gæði og glæsileiki. Endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin. Stórhöfða 21. Ómfagurt úrval af fallegum hátölurum og heyrnartólum fyrir jólabörn á öllum aldri. Vertu blessunarlega þráðlaus við jólastressið. Þú getur meira jólin með símanum. Ilmandi hátíðakaffi frá Kaffitári ómissandi yfir jólin. Kaffitár góða veislu gjöra skal. Gríptu lyfin á leiðinni heim. Apótek Garðabæjar í alfaraleið í Garðabæ. Matur sem kemur þér í betra skap. Serrano. Fresh, happy, max. FM 95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Ætlum að stytta ykkur stundina til 6 í dag. Og já, eins og ég sagði aðan þá ætlum að hrista þessu upp í þessu og byrja bara á flottulagakeppninni núna. Já, hún oftast sést þetta var hann að snemma. Já, hún oftast 5:30 þegar við förum í hana, en við ætlum að hrista hans upp í þessu. Og Egil, þú, já, nú þurfa líka hlustendur að vera á tánum. Hringja í 511-0957 því að fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur keppnina. Það mjög gaman að vinna þess að sko fólk heldur kannski að þetta sé bara svona, þú veist. Nei, það metnaður í þessu okkur. Menn vilja vinna. Þannig að ekki eyða
atkvæðan inn ykkur vitleysu, segi ég. Já, eins og fyrir að vera að trolla hérna Rikka Það var aldrei troll, sko, það var bara vel sungið. Aldrei troll, Richard. Það er hérna, það er komið þessu og Egill, þú fékkst að velja þema í dag. Já. Og þú vildir meina að við ættum að velja lag sem að myndi ná fyrirvænandi tilbaka og myndi hætta með kærustunni. Þú vilt fá fyrirvænandi tilbaka og þú hugsa með þér að senda henni þetta lag. Já. Og þetta lag mun ná henni tilbaka. Þannig að við ættum að vera svona í mýkri kantinum í dag. Já. Ég ætla að valda og ég mæli líka með fyrir fólk. Sko því að skilabóðið þín, Blöð, í þessari keppni eru í textanum, myndi ég segja. Því að það sem kemur fram í textanum er að þú ert að segja við fyrirvænandi. Ég lék mér aðeins með það. Þannig að fólk úti þarf að hlusta á textan. Já, menn ef þetta er fallegt lag og textin er viðbjóður, þá er allir að vinna þessa keppni, Blöð, ég lofaði því, sko. Nei, textin er mjög falleg. Eina sem að ég hræðist er að ég er með svo væmi lamar. Ég held að sé algjör viðbjóður. Þú mátt alveg vera mjúkur á tilbúðandi. Ert þú mjúkur í dag, Egill? Byrjum á þér. Ég er það, vægast sagt. Okay. Fólk heyrir þegar heyrir textan. Hvað heitir lagið þitt? I Miss You, heitir það? Nú, já, ok. I Miss You. I Miss You og með hvað með það? Já, searchað á YouTube með Jónasi Erik Altberg heitir hann. Jónas Erik Altberg. Rétt. Basehunter? Það er Basehunter, já. Í alvöru, Egill. Þá að vera áttum menn ekki að vera mjúkir, ekki að vera áður því. Þá er ég hættu við lagið mitt, þetta er eitthvað djók. Áður því, með fordómun ykkar, dæmið núna, Jónas, hann hendi í eitt rólegt og romantist lag og heitir I Miss You. Akkur talar eins og þekkir hann, Jónas. Við erum áksfélagar. Það er ok. Sko, málega, nú þið búin að... Er þetta techno eða? Richard, ég er með hugmynd. Má ég spila bara mitt lag í friði? Já. Málega, ég er að hvetja fólk til þess að hlusta á textan. Ok, þú færð mínútu. Mínútu? Já, 70 sek. Hérna er lagið hans Egils, þetta myndi hann setja á hann alltaf að vinna kærustunum sinni tilbaka og þetta er Basehunter, ég byrst afsökunar á því og lagið heitir I Miss You. Við bjóður eða þetta. Hún kemur aldrei aftur þessi kærasta. Ég myndi skipta símanum. 70 sekundur, þú færð ekki meira þessu. Góður. Jesús. Ég held að menn ætlu að... Ég sé eftir laginu mínu núna. Þið hlustaði ekki á textan eða? Nei, ég heyrði bara... Nei, sko. Það er ok. Það er mjög fallegu texti hjá Jónasi þarna og þið voru ekki svona hlusta á hann. Nei, ég er að vona að hlustundur hafa verið að hlusta textan. Ég beði bara eftir þetta verið búið. Hérna, lagið mitt, það er, væmið, það verður að hafa það. Og bara eins og keppnin er. Já, ég held að maður ætti að vera pínu mjúkur. Textin er mjúkur hjá Jónasi. Já, líka hjá mér. Þetta er Klein Dine, Celine Dion og It's All Coming Back to Me Now. Þetta myndi ég að senda. Gott. Þetta er ræðilegt. Ég held að verðum að fara í eitthvað svona. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed. Hætta hlæja. Ég er ekki að leiðilegur, sko. Farðu ekki að grenja. Ég held að keppnin ætti að vera svona. Setja lag sem að, þú veist, bara... Kona, veist hvað hún hefði gert að fengja þetta lag frá þér? Hún er bara slögt og hugsa. Nei, ég er með fallegt það. Þú ert með Basehunter. Að taka hennar aumingi aftur. Það er sem hún hefði hugsað. Þú miskildi konceptið í þessari keppni. Það er ok, áða Rikki, ég ætla að vona að þú set ekki með eitthvað joke líka. Ég veit að ég er að hlæja, sko, en ég er ekkert með skárra en þú, Blöð, sko. Verri við eitthvað er, sko. Hvað heitir lagið þitt? Það heitir What's Left of Me, það sem eftir er af mér. What's Left of Me? Já. Ég veit að það væri nafn, Richard. Aldrei heyrt það lag. Þetta er með úr söngvara 98 Degrees, Niklas Shea. Niklas Shea, What's Left of Me? Það er ekkert heyrt þetta. Ok, ég geti sloppið. Nei, þú getur ekki sloppið. Hlustið á textan. Ok, hérna kemur lagið hans Rikka ef hann ætla að ná, fyrirvænandi aftur. You can have what's left of me, man. Já, ég er bara brotinn maður eftir sambandslit og... Það er ekki heyrt þetta lag? Nei, ef að Rikki vinnur. Nei, þú þurft að hlusta á textan. 511-0957, hvaða lag fannst ykkur best af þess að þið ætlaði að vinna kærustu eða kærastan ykkar aftur? Þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. Setjum við hérna upp í sleðana, 511-0957. Ég ætla að slökka þessu ógeði til að byrja með. Nei, slettu sér ekki, þetta var nóg slæmt. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Það er náttúrulega bara klárt mál að Celine Dion vinnur allt tilbaka. Já, Celine Dion. Mín núverandi fór frá mig þegar hún heyri lagi frá Agli. En þú getur náðan aftur með að senda henni Celine Dion. Já. Takk fyrir að ringja. Hanskut. Hvernig ekki að hlusta textan hjá Jónas á? Ég var með yfirbræðalag, sko. FM.
Lægið því að auðvitað var náttúrulega bara, þú veist, ég að segja þér að ég væri kona, þá væri ég búin að æla upp í mig, sko. Já, þetta þekki ég, real man. Hvað fannst þið það að lægið hans Rikka? Með Niklas Shea? Góð texti. Það byrjaði vel, skilur, röddin, þetta einhverju ljósir loft, það búin að þetta í eitthvað vosa fallegt, sko. Bara svo ég? Ég held að kjötstykki hérna verði að fá þetta. Yes, í alveg spila Jónas Altarberg. Hlusta á textan, Richard. Já, ég meina, það var eitthvað við þetta sem, ég meina koma, þessi öll 3 lög voru skita, þú skulum bara hafa það með þetta var skást. Það var að fá punkt, ég sáttu. Takk fyrir það, vinnur, takk fyrir það, Rikki eini sem ekki komin að blaða. Já, vita allir. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, gott að fá konu inn í þetta, maður. Hvað heitir þú? Ég heiti Kristín. Kristín, takk fyrir að hringja. Hvaða lag fannst þér, já, svona fallegast, hvað hefði náð þér tilbaka? Auðvitað Celine Dion. Hanna þekki ég þig. Einum punktur. Nei, ég gæti ekki verið meira sammálaðir. Takk fyrir að ringja. Sko, ég get ekki verið reiður því ég glerharður Celine Dion aðdáandi, sko. En fólk var ekki að hlusta á textan hjá Jónasi þarna. Það kemur rosalega óvart að Niklas Shea sé ekki komið punkt í þessu. Herri, ég einum punkt frá Sigri. FM. Niklas Shea. Já, góðan daginn. Blessaður. Hvað segir þú gott? Ég verði að kjósa Jónas frænda minn. Nei, maður. 2-2. Ég er komið 2-2 og handóndur. Takk fyrir að ringja vinnur. Já, bara beisandur. Menn sem hlusta á textan I don't wanna feel the way that I feel. FM. Herru, það Celine Dion. Þetta er komin sigur, maður. Æ, ég ákveði alltaf með þetta við 3. Já, því að... Var það sagt fyrir það? Já, það var sagt fyrir. Nei, ég segir það vanlega. Takk fyrir að ringja vinnur. Það er þetta, gáðu þetta ekki fóða punkt. Ok, við skulum sjá eins og við gerum alltaf hvað hefði gert. FM, hvernig hefði þú kosið? Hvað eru? Hvernig hefði þú kosið? Að sjálfsögðu Celine Dion. Anna, það er búið að pakka þessu saman. Takk fyrir það. Ég veit, takk fyrir að geta saman. Takk fyrir að ringja. Niklas Shea var á toppi íslenska listans á sínum tíma. Hvenar? 2000 eða? Hvenar söng Celine Dion þetta? Varst þú fættur eða? Celine Dion er timeless, það vita það allir. Maður það er rosalega skrítið að þetta lag fekk ekki punkt. Herðu, ok, gerð eitt fyrir mig snöggast, gerð eitt. Eins og þetta var fallegt lag. Gerð eitt fyrir mig, sett á 3.17 núna. Sett á 3.17, þekkir þetta bara inn og út. Já, sett á 3.17. Ég alveg forvitning hvað gerst á 3.17. Sett á 3.17, þegar hann kemur með hérna. Maður heyra þetta. Og hækkaðu. En þetta er viðbjörn, við erum að missa hlustun. Þetta var flottilega keppnin og drengjunum var pakka saman í dag með Celine Dion. Sem tengja þetta lag, Louisa Johnson, X-Factor sigurveri sem ætlaði bara að kíkja út í einn drykk en endaði langt fram á nótt í laginu So Good. En þeirra hlusta ég FM 95 blöð og það styttist í æðislegt símtöl sem að Rikki tók fyrir í dag sem hann var að reyna að bjóða þjónustu sína sem veislustjóri og plötusnúður. Og líka geggja tengingu. Já, og æðisleg tenging. Margt framöndan. En ég var að hugsa þetta í bílnum á leiðinni vinnuna í dag. Þegar ég fór og fekk mér að borða. Ef þið mættu velja eitthvað eitt í heiminum sem er óholt en yrði holt, hvað myndið þið velja? Sem ég geti borðað en sem ég myndi vilja af. Já, það væri bara eins og að borða fisk. Já, það hefði ekki áhrif á fytuna heilsuna. Já, bara bæði drikkir eða matur eða hvað myndir þið velja sem er óholt og yrði? Já, þetta er drikkirinn eins og líka. Já, bjórinn örgulega sterkur þarna hjá þér. Já, en ég er ekkert mikið svona drekka svona 2-3 á kvöldi típa sko. Það er menn sem fá mikið á miðsvæði. Ég tekti að freka svona á til helgar og heldi með ofurölu. Fallegt. En sko, ég held ég myndi líklega... Hvað er þetta að gera? Er þetta að skrifa ekki? Já, ég er að narra þetta aðeins niður. Þannig að það er ekki aðeins aðeins svo mikið metnað í þetta sko. Ég myndi líklega bara hafa þetta er líklega fínt að pítsas upp á og til. Já, að pizza, ég hugsaði það einmitt í dag. Ég held að ég myndi velja pizza líka. Ég er búin að koma að pizza Mér finnst Maltesers kúlur til dæmis mjög góðar. Sammála. En þú takkir pizzuna? Já, ég held það. Rikki? Ég er búin að koma þessu... Já, ég er búin að narra þetta niður í svona 10 hluti. Jésús, þetta er búin að narra þetta niður í 10 hluti. Ég spurði þig fyrir mínútu. Úr hverju? Úr 100 hlutum niður í 10? Nei. Hvað myndir þú velja? Það var líka eitt. Ok, hvaða 10 hlutir eru á blaði? Já, þú veist, það sem ég kom með pizza, nógakropp, bragðarefur, djúpsetta rækjur, leys, rauður og...
Rauður, ekki bara leys. Nei, leys rauður. Alveg klárlega kleina. Kleina og ísköld mjólk. Þetta borða kleinur, Rikki, þetta vera þertur. Kleinur geðveikar sko. Ekki kleinur hringur, kleina. Nei, ég náði bara kleinur sem að borða til maður 5 ára. Það er kleinur. Já, það er gott. Geðveikar sko með ískaldri nýmjólkið. Mozzarella stangir. Og svona Haribo mix, svona hlaupmix. Það er svona það sem ég komi með. Þú köttar það lífið í þessa 10 hluti, þegar ekki? Já, eitthvað. En hvað af þessu myndir þið velja? Það er þessum 10. Já, hvað, þú ert að velja eitthvað eitt af þessu? Shit, þú mátt borða á hverjum degi. Þetta var svo fallvest að Rikki, ég var að gefa þetta var svo fallegu listi. Þetta kom frá hjarta. Ég er líka metnað í hann, sko. Já, sko ef ég þetta velja einn á þessu, þetta er erfitt, sko. En svona að því að... Er það kleinan? Nei, ekki guðan er bara mikið kleinuna. Ég er að taka franskar. Það var ekki svona lista. Elskar það franskar? Ég elskar franskar. Bara basic franskar eða sætar franskar? Nei, bara sætar, ói. Hvað veistu var bestu franskarnar í Íslandi? Þú myndi fara núna eitthvað, veit ekki hvað það var franskar þegar? Hvað bestu franskarnar? Ég myndi fara bara í Snæland-vídeó í Lindon. Viltu að það var svona þunnar eins og á McDonalds eða feitar eins og á stælunum? Nei, svona þunnar og svona mikið kryddaðar. Mikið kryddaðar? Já, það er mjög góður og stóran skamt. Þar hafið það, Egill myndi velja pizzu, Rikki G myndi enda í frönskum. Hvað myndi þú velja, kæri hlustandi? Lottó á afmæli, þannig að ég, Lottó Röddinn, fæ þann heiður að segja frá jólaleiknum. Þetta eru 30 milljónir. Já, en Víkingalottó spilarar eru líka með og þeir vilja heyra mig, Víkingalottó Röddinn, að segja að þeir geti líka unnið. En ég, Rödd Eurojackpot, tala fyrir alla Evrópu og kannski verða bara allir þessi 30 sem fá heila milljón frá mér. Okay. En allir spilarar sem kaupa 10 raðir eru með. Og allir áskrifendur. Sjá nánar á lotto.is. En jæja, allir saman. Dregið 24. desember. Biðin er á enda. Loksins er komið út nýtt Besserwisser fyrir alla fjölskylduna. Hver er mesti Besserwisserinn í þinni fjölskyldu? Þú færð fjölskyldu Besserwisser í A4. Við erum með það. Hvort sem þú átt allt eftir eða bara eitthvað smá. Hafðu allt klárt fyrir jólin. Opið til klukkan 7 í kvöld. Allt til jóla í Smáralind. Sófadagar í Tech og Habitat. 50% afsláttur af völdum sýningarsófum. Tech Company og Habitat, Skóalind 2. Jólalest Coca-Cola kemur í bæinn laugardaginn 10. desember. Þið getið fylgst með ferðalagi lestarinnar inn á coke.is. Látið sjá ykkur og njótum saman jól. Coca-Cola. Fleiri bílastæði, minna stress. Gefðu þér smá tíma fyrir jóli. Allt til jóla í Smáralind. Langar því hotlan og virkilega góðan skyndibita? Komdu þá á Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Gleymdu í kjólinn fyrir jólinn, fáðu þér bara nýjan kjól. Körfi, fákafinni 9 og körfi.is. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Hér á ljómandi fínum föstudegi, þeir eru rétt 2 vikur til jóla, 9. desember í dag, fólk í jólagýrnum, FM 95 blöð er í gýrnum, en þið? Við erum í Fantagýr og það styttist í, Rikki er ekkert að byrja útvarpi. Hárlega góð einkoma þar. Við ætlum að halda á stjórnar þessu stöð. Við ætlum að fara í Sturlu staðrend eða Hrossaskítur. Já, ég er búin að skýta þar upp á síðustu. Já, þetta er keppni, þannig að, hvað vannst þú síðast Egill? Já, rústaði mér. Já, ég var góð síðast. Vona hlustendur sé að giska líka, hvar sem þið eruð og hér kemur fyrsta. Pöndur horfa á pönduklám í Kína. Pöndur Þetta er weird horfa á pönduklám í Kína. Það sést bara, væntanlega live, ekki í sjónvarpi. Já, í sjónvarpi. Í sjónvarpi? Já. Það sitja ekkert í sófanum með fjastýring og flakka á milli, sko. Nei, ok. Það er verið að sína þeim. Ég er ekki að velta fyrir með hvort það væri einhver dýragarri eða vesen að fá til þess að njóta ástæður en að peppa þær áfram í því, sko. Já, þetta er enda góð punktur. Hvað helst það sætu bara að horfa á fjölvarpið, bara að velja sér ás? Er þetta þannig, er það bara að horfa á live eða, þú veist? Horfa á live, hvað meinar þú? Nei, þú ert að segja að horfa á pönduklam, horfa þær á sjónvarpi þá, úst á pöndur eða? Já.
Þetta meina á live sex show, þetta talum það? Hvað, þetta segir bara einhverju snúandi svið? Nei, bara í dýragarðinum einhverjur að eðla sig þarna og þú veist, þær horfa síðan bara á þarna fyrir utan búrið eða eitthvað. Heldur á tæp höndur lappin á strípuklúb, Richard? Ég er ekki að tala það, maður. Ekki vera alltaf 5 ára. Nei, þetta vantarlega í sjónvarpinu. Það semst horfa á í sjónvarpinu. Þú ert að tala það. Auðvitað er ég að tala það. Ok. Ég ætla að segja... Ég ætla að bíða fyrir, hvað segir þú, Egill? Þetta er erfitt. Ég er bara að sjá fyrir mig út af því að það er í útrýmingahættu og það verður erfitt að fá til þess að stunda mög, sko. Og þess vegna ég velta fyrir mér, sko, ef þetta verður gott pepp, sko, eins og Richard, þú sagði mér daginn að þú veist, þið kemur þér út í gang og fór fullur á stefni. Svarið þitt, drengir. Jesús. Egil, hvað segir þú? Latti þetta? Ég ætla að segja þetta sé correct. Þú segir þetta sé sturlu staðreynd. Já, ég ætla að vera makli, ég held þetta sé rétt. Þetta er sturlu staðreynd. Yes. Og þetta er akkurat út af því sem Egil sagði. Það er verið að reyna að fá þær til þess að, fjölga sér. Þá er það næsta. Shaquille O'Neal skoraði eina 3-stafa körfu á öllum ferlinum. Sturlu staðreynd eða rugl. Það gæti alveg passað, það var ekki mikil skitta fyrir utan. Sko, ég hef sett 2 þrista. Já, hann hékk bara samt undir körfinu. Það er Gumma Braga í andlitinu. Það var bara að tala enn einu sinum þristin sem settir yfir Gumma Braga. Ljótasti skotstíl sem ég séð, sko. Gumma Braga metri frá mér. Hann reyndi ekki að fara í hæð. Og ég smelti þessu niður. Gummi Braga er ekki 2,70 hæð til að byrja með. Ég hitti eins og Bláa Lón og sagði með störðum og gleyma þristinum. Nei, ég er ekki að gleyma þristinum. Þetta gæti verið Horseman upp á það, hann gæti verið að hann ekki skorað eina, sko. Já, þetta segir mér að Shaquille O'Neal ekki asnast til þess að setja 2 þrista. Hann var bara undir körfinni, hann var aldrei fyrir utan. Ég segi hann setti pottet neður en 1 þrist, god David Gunn. Byrja þér ekki, sturlu staðreynd eða ekki? Ég ætla að segja Horseman year. Nei, ég ætla bara alltaf að skiptast á, hann byrjaði á hann, nú segir þú undan. Ég ætla að segja að þetta sé rétt, ég ætla að segja þetta sé staðreynd. Sturlu staðreynd, hann har sett 1 þrist á ferðinum. Egil? Það er engin það lélugur, hann har sett meður en 1 þrist. Þetta er sturlu staðreynd. Skal svo lélugur eftir körfubolta? Hann gæti ekki hitt úr víti. Nei. Hversu marga körfuboltaleiki getur maður að keppa? Það er ekki aðstæð að reyna eitt og en þrist. Það er að Shaquille O'Neal sem negla þristum að maður getur ekki skora á víti. Þá er það næsta. Bill Gates hakkaði sér inn í tölvukerfi skólasins og breytti þannig að hann var bara með stelpum í bekk. Sturlu staðreynd eða rugl. Nú byrjar hann var rólengur að menntaskóla. Yes, hann var akkurat í menntaskóla. Þetta er þvílíkur meistari. Það græja þetta. Já, er þetta kjaftaði eða er þetta sturlu staðreynd? Ég meina, hann er a computer nerd. Það er staðreynd. Ekki mjög myndalegur. Svona hagnast ágætlega á því. Hann víst mér mjög huggulegur. Hvað er á móti Bill Gates? Bill Gates er ekki ljótur. Nei, hann er bara svona, hann er svolítið geeky en svona sexy geeky. Hann vildi vera pottitt með einhvern kvennmönnum í back. Bara kvennmönnum. Hvað segir þið, Egill? Ég segi þetta sé rétt. Þú segir þetta sé sturlu staðreynd, er ekki? Ég ætla að segja, þetta sé kannski full fjari sannleikin. Ég ætla að segja þetta sé Horseman year. Þetta er sturlu staðreynd. Yes. Og það er orðið jæmt hjá ykkur. Það er ekki bara 3 búnar, er ekki bara 2 meira. Það er ekki bara pandan og... Já, þessu er báður pandan. Já, alveg rétt. Svo kom ég með Shaquille O'Neal. Afsakið, sorry. Robert Downey Jr. byrjaði að reykja jónur 6 ára. Sturlu staðreynd þegar hrossaskítur. Og ég á að byrja. Já. Ég ætla að segja þetta sé Horseman year. Það er enginn sem byrjar að reykja jónur 6 ára. Það er bara ekki fræðilegu möguleiki. Sko, Sean Connery misti sveindóminn 8 ára. Það er aðeins öðruvísi viðmið hann að erlendis en hérna heima, sko. Öðruvísi viðmið? Jæja. Þetta er rétt. Það er rétt hjá Agli, þetta er sturlu staðreynd. Robert Downey Jr. Byrja hann að fá sér í haus 6 ára. Gleymdu þessu. Hversu veikur ertu? Þetta er sturlu staðreynd. Það er ekki skrítið hans tíðu gestur á Betty 4. Hann er highly successful í dag, er það að gera sig? Ég trú ekki. Þetta er sturlu staðreynd. Já, hérna. Það er að pakka það saman þarna, Richard. Það var að síðasta. Steindi Junior gaf út sitt eigið dónablað í skólanum sinu þegar hann var 12 ára. Það er 100% rétt. Dónablað? Klámsjúkur, sko. Þetta tala framleittan, þetta var búið til bara prentað? Nei, bara eitt blað sem hann bjóð til. Fullorðsefni á? Já. Og ég er byrjað að svara það, Richard. Það er ekki að byrja að svara. Ég þarf að giska á eitthvað. Ég ætla að setja sér Horseman year. Þetta sé líka Horseman year. Það er rétt hjá okkur. Þetta bjóði til, þannig að Egill vann þessa keppni í dag. Þið meður, Richard. Og já, til hamingju Egill, kannski, þetta er ekki alveg þinn dagur ekki, þú fekkst ekki 1 punkt í flottulega-keppninni og skeist í sturlaða hrossaskítur. Þú ert að gera það, men nú ætlum við að hlusta á lag sem að var valið eitt besta lag ársins. Þetta eru snillingarnir í Kaleo.
me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Hrikalega flott lag sem heitir Way Down með Kaleo. Way Down. Þeir eru ansi, já, þeir eru heldur betur að gera góða hluti. Þetta frábær hljómsveit. En það komið að tengingu hér í F95 Blöð. Yes. Þetta svolítið ykkar liður, Egill og Rikki. Okkar baby. Já. Við höfum svolítið verið að vinna með þetta félagarnir og það er erfitt að ná góðri tengingu. Já. Út af því að þú veist, fólk þarf að svara til dæla sama tíma og... Svo ég útskýri fyrir fólki að þá sem sagt ringið þið á 2 línum og láta slá saman. Þannig engin veit hver hringdi. Og ef einn svarar og það líður á löngum tíma hins svari, þá hinn bara búinn að skella á. Já, það hefur engin þóla verið fullkomið og báðir halda að vera hringt í sig sem gerir þetta great comedy. Þið tókuðum daginn Dominos og Castello. Já, 2 nýju veitingastæðir í dag. Okay. Mjög gaman að tengja veitingastæði. Já, við vorum að vinna með pizzastæði núna síðastu vorum, en við ákvæmum að vinna aðeins með thailenska veitingastæði. Health food núna. Health food. Við hringdum á Rakan Thai upp á Hálsi. Sem er geggjaður staður. Það er alveg æðislega matur þarna. Alltaf í hádeginu, gott hádegistilboð og Thai-stæl á Smiðuvegi sem ég fer mjög mikið á líka. Okay. Við prófum þetta og hugsa þetta sé ansi vel hefnað. Þetta er það gott kameri, ég keyrum þetta bara í gang, sko. Rakan, góða. Halló. Hæ. Halló. Já. Rakan, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað hefði gert fyrir þig? Ha? Og þú varst að ringja hingað. Hvað hefði gert fyrir þig? Nei, ekki okkur hingað þessi. Rakan, góðan daginn. Já. Halló. Halló. Já. Hvað má bjóða þér? Halló. Tànเอาซอสเปรี้ยวหวานให้เขาด้วยดิกวนตีนเดี๋ยว Hvað má bjóða þér? Nei. Ha? Nei. Þetta er bara veitingamatur. Já. Nei, það er ekki hingað. Þú ringir að panta matur? Nei, það er Thai. Veitinga. Já. Já, þú panta matur. Já, þú panta hvað? Nei, hvað matur? Nei, það er ekki panta matur. Þú ekki panta matur? Þú ringir núna með Rakan Thai. Nei. Ok. Núna veitinga Thai-stæl. Veitinga Thai-stæl? Já, Thai-stæl. Thai-stæl? Já. Já, hvað það ringir núna? Nei, það er ekki hingað. Ha? Nei, það er ekki hingað þú. Þú ekki ringir? Já. Það er bara hægt að tala. Halló. Og svo skellti gaurinn á. Þetta er, sko, það má samt ekki gleyma því við vorum að tala um thailenska veitingastæði. Bandthai og Nanathai. Það finnst mér gott líka. Vá, hvað þetta fyndi kameri maður. Vá. Þið getur þurft að halda áfram að vinna með veitingastæði. Já, við getum þurft að hugsa eitthvað nýtt í næstu viku. Já, því að það hefnast líka vel með Dominos. Það er að því að það er best að hringja á staði þar sem þú vilt ekki missa eitthvað af línunni. Nei. Eins og þegar við erum að láta Herbert Guðmundsson, hann er löngu byrjar að fatta þetta og Bubbi Mortens. Já. Þannig að, já, áfram með veitingastæðin, það er komið að auglýsingum hér í FM95 Blöð. Keiluhöllin Egilshöll býður gleðilega samverustund í jólagjöf. Gjafabréf í Keilu fyrir alltaf 6 manns og gómsætt gjafaskja frá Nóa Sirius á aðeins 5.990 krónur. Frábær gjöf frá vinum, mömmu, pappa eða ömmu og afa. Gefðu samverustund í jólagjöf. Keiluhöllin Egilshöll, gleðileg jól. Verslaðu fyrir jólin þegar þér hentar. Mjúkir pakkar, harðir pakkar, bragðgóðir pakkar. Einfaldlega allt til jólana í Hagkaup. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spöng. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Míniborgarar. Pantað á netinu. Enski barinn kynnir
Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Trópi ómissandi í helgarbrönsin. Trópi, náttúrulega góði safinn. Latín Sundays á Burro. 4 réttir á 3.990 og Casiero del Diablo. Burro, Ingólfstorgi. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Smass býður upp á greiðslufrí Valitor. Hvað það skemmtilegasta við Dominos? Rétt hjá þér að njóta góðra stunda með pítsunni þinni. Og til að lengja þær stundir skaltu eyða minni tíma í biðröð og greiða fyrir pítsuna leið og þú pantar með appi eða á netinu. Hvernig finnst þið það? Dominos. Mjúkir og gómsættir kleinurhringir, bakaðir á staðnum. Krispy Kreme. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Today is an after-you day. You can keep your curtains closed, binge watch a bunch of TV shows, or you may make it your to-do day. Today you ask her on a date, in fact you pick her up at 8. Your day, hann kann þetta drengurinn. Þetta mikill fagmaður þarna á ferð. Hvað segir drengir, ekki góður? Aldrei betri. Góð grænir. Já, hann steytist í símtalið þar sem að Rikki að reyna að selja sig sem plötusnúð og já, ég lakað mikið, ég hef aftur að heyra þá veislu. Og veislustjóri, virkilega skemmtilegt. En ég ætla að uppdata að koma tíma að uppdata fólk aðeins með skell. Ok. Það er smá update. Eins og við hefum sagt síðustu þáttum að við skitum aðeins og prentum aðeins og lítið og fólk hefur kannski haldið að þetta væri bara eitthvað lína að allir segja sem er að gefa út bækur eða spila aukað, það er uppselt hjá útgefanda og þetta er bara svona mjög góð plöggfrétt sko. Seldur upp, meira á leiðinni, þetta konsept. En bara svo fólk viti það að við erum ekki að ljúga neinu þar og lagurinn okkar núna er tómur og það er 9. DS. Það er bara eftir það sem er í búðunum sem og þetta var panta frá Kína, þannig að við getum ekki panta meira. Við erum með lóðrétt, það sem er 9. DS og það sem er í búðum núna, það klárast örugglega bara helgina eða mánudaginn. Það þýðir að 11. og 12. DS er ekki hægt að fá skell lengur og það er 14 daga til jóla. Þetta er mesta skita of all time. Ég er ekki að vera leiðilegur en þegar 12 daga til jóla þau eru uppseldir, er það ekki mega skita? Jú, það er mega skita Það er gæðavandamál. Það er mega gæðavandamál, ég er ekki að lesa leikinn betur. Það er skita, vægast sagt. En máli er að því líkir business. Við getum ekkert gert í því, Richard, en við drölluðum bara og við vissum að þetta er vinsælt. Ég er ekki búin að kaupa þetta þannig að ég get verið á seinna eftir helgina. Ég vissi ekki að þetta er svona Þetta er í búðinu. En mæli bara málið, það er hellinga liðið búið að læka síðuna, hann að facebook.com/skellur og ef að fólk var eitthvað svona að bíða ég pekka þetta bara upp á Þorlák, bara svo án gríns þið hafið helgina. Þannig að ég vil ekki að það er dedicate fans sem lækuðu síðuna og tóku þátt að þeir missa af þessu og við ætlum að skella síðasta leiknum í gang. Ég var að negla á síðuna, skellur Facebookið og þið þurfum bara að læka síðuna. Steindi að spila spilið út í Tenerife. Fann ykkur fyllibittur á Tenerife og er að spila skell við fyllibittunar og það er vídeóið sem ég sett inn. Það er mjög gott. Og ég og þú Blö erum að smá update út af því að fólk getur bara fengið árið að spila hjá okkur. Þetta var auðvitað síðasta helgin sem við málið það. Því að við þurfum að cancela áriðanir næstu helgi til viku því þá vorum við seldir upp. Þannig að Eymundsson Smáralind milli 2 og 4 á morgun, Eymundsson Kringlan milli 4 og 6 á morgun, Hagkaup Smáralind milli 2 og 4 á sunnudaginn og Hagkaup Kringlan milli 4 og 6 á sunnudaginn. Þá er Steindi mættur, daginn eftir að lendi frá tenni. Endilega kikið á okkur í Eymundsson á morgun. Við verðum þar að áreita bæði í Kringlunni og Smáralind. En ég var að spáði hendi okkur núna í kortmynduru frekar. Hvernig líst ykkur á það? Fíla það. Ok. Fyrsta spurning í kortmynduru frekar í dag. Kortmynduru frekar aldrei kissa aftur eða aldrei drekka áfengi aftur. Aldrei fleiri kossar eða bjórinn og allt það bara farið út. Er ekki kossar samt ofmennir? Já, máli. Já, sko samlíf með maka
þarf ekki endilega að vera kynlíf, það er ekki endilega að vera kossa, það getur verið væntum tyggja, það getur verið bara eins og að strúka bakið á makanum, þú liggur með honum og með fötur bara faðumlega og svona. Þannig að kossar eru endilega ekkert, það var ekkert svo sem ekki træðilegt þeir myndu hverfa. En þú mátt ekki kissa heldur þá bara dóttiðina, mömmuðina, bara gleðileg jól og allt svona, sko. Það veit alltaf að teygja konseptið, má ekki verið kissa pínlítið börninu sinni. Bara kossar eru off. En get ég aldrei hef mikið raukt með steikinni? Nei, þú þarfst að velja. Jesus. Hvort tekur þau? Rauðvin, sko, keeps you forever young og styrkir hjarta, sko, þannig að það er ekki slæmt að rauðvinin dett út, sko. Herru, ég þarf svar hérna. Ég kveð kossana. Þú kveður kossana. Rikki? Ég verð að kveðja áfengi bara svo ég geti fengið að koma heim til mér eftir. Ég gef bara múmisnöða koss. Kannski ekki á, það var svona nuttið nefnuna saman, það er mjög gott. Það var frábær lausn. Ok, frábært. Gleðileg jól, bara nef í nef. Aldrei gera það við mig. Nú ætti að spyrja ykkur, þið báðir litla stelpu. Og ég byrja á þér, Egill. Ef að stelpaðin, ef hún var orðin 20, hvort myndur vilja að hún myndi byrja með gaur, sem sagt þú erið tengdafaðir, gaur sem var alveg eins og Steindi Junior, eða gaur sem var alveg eins og Rikki G. Og þá er ég að tala bara útlit og hvernig bara persónuleiki og það er allt eins. Bara basically bara alveg eins og þetta. Já, hvort ætti hún Eva mín að vera með Rikka eða Steinda, svona típum, þegar hún var í orðin 20. Ok, sko, það væri hægt að finna verri tvo. Já. Þetta eru tveir reglumenn þannig séð, báðir í vinnu og skaffa vel og geta greitt reikningana hver mánaðamót, og ég horfði mikið á það. Ég er ekki að vera með einhverjum aumingja, ég get ekki borga reikningana. Gilsarinn tengd og bara græða hlutina. Já, þannig að sko, Rikki, sko ég vil eiginlega geta tilt með niður með tengdasynum mínum, hort á United og skála með og tekið svona eitt kaldan og Steindi hefur ekki hort á 90 mynda fótballleik á ævi sinni. Já, hann hélt að Alan Shearer var ennþá í Newcastle. Og ég nenn ekki líka að ég segi við Evu, hörðu kemur Steinþór með í lunch? Nei, hann var að koma nýr Destiny og hann er að spila við Sigurþór Bergmann vinsinn fram á nótt. Já, ok. Meðan mæti Rikki bara og horfur og ekkert vesel, sko. Já, fyrir utan það að Rikki er stundvís og meðan þú er alltaf bíð eftir tengdasyninu. Steinþór Steindir ekki, þú getur ekki sagt þessi óstundvís, það sem hann er eitthvað miklu verra en það. Já, ég veit, hann er veikur. En við meðum samt ekki tala of illa um hann því hann á afmæli í dag. Hann á marga góða kosti og hann á afmæli í dag, en sko... Ég ætla samt að segja þetta næsta föstudag þegar hann er mættur inn í þáttinn. Thank you, Egill. Hann lítur að skilja sér rökja með. Ok, Rikki, hvort vilja þú? Steindi Egill. Ég basically er í sama pakka, er mjög gott að dóttirinn náði sér í highly successful engaþjálfara, mikinn United mann og mjög gott að geta til sér niður með tengdasinnum í... Þannig að þið veljið báðir hvort annan. Já, Steinþór því miður ekki góðu kostur, það er bara að segja alveg verð. Allt í lagi, þá var það síðasta spurningin í kortmynduru frekar í dag og ég var nefnilega áðan að skoða síðuna sem er með sturlaða staðreyndir og þá varði tvær sturlaða staðreyndir fettis. Það er fólk sem er með táfettis og svona hluti þegar kemur að engalífinu og ég ætla því að spyrja ykkur ef þið verða að fara í hlutverkaleik með konunni svona eins til að krydda upp á hlutina eins og leika fasteignarsala eitthvað já, bara eins og við ræddum hér í síðastætti þið verða að fara í hlutverkaleik með konunni til að krydda eins upp á bara lovemaking. Hvort myndið þið frekar velja að vera kanína sem er fólk sem er með fluff fettis heitir það eða tré sem er gróðrafettis. Tré eða kanína. Má ég fræðast að summi sér fettis? Já. Ég veit ekki meira, sko. Þannig að hvort verður vera kanínu fettis eða tré fettis. Þannig að þú ert að vera í hlutverkaleik, hvort veluru? Kanínu eða tré? Það er mjög góður, það myndi hjálpa að skilja fettisinn, sko. Ef ég kanínu fettis held ég að væri að vera mjög snöggur, þú veist, út af því að vinur minn Kristi Pálsson, svölumæður í sportsunni, alltaf verið kallar Kitty Kanínu, hann er hámarki mjög fljótt alltaf þegar hann er stundar mög, sko. Þess að held ég að vera að tala um það, sko. Nei, ég er að tala um þú ert í kanínu búning. Já, er ég í kanínu búning? Já, og svo ert í tré búning. Er ég í tré búning? Já, ok, nú skil ég þetta, ok, ég er að klæða mig upp sem tré. Já, eða klæða upp sem kanína. Manst ekki ég fattaði líka þegar ég var að lesa þetta í Entourage, þá var Pía sem var að fara að sofa hjá honum Turtle, skjaldbökunni, hún var með svona fluff-fettis sem var kanínu. Já, sko, með tvennu illu held ég að kanínu fettis sé eitthvað en skára, tré-konseptið
Það er weird. Erfitt að leika með það. Weird. Standa eitthvað inn í stofu eins og tré og ég ekki fara fyrir mikið svona út í það. Ég vel kanínuna. Ég alltaf til í eitthvað nýtt, ég myndi taka tréð. Þú myndi taka tréð? Já. Hvernig myndi sá hlutverkaleikur fara fram ef ég spyrir? Þú náðu nú að lýsa fasteignasalunum vel. Já, ég myndi taka bara, þú veist, fara út á svalir með stóra svalir og vera bara tré út á sölum og konuna vökva og... Konuna vökva? Að vökva þig? Þú þykist að tré og hún að vökva þig út á svölum. Svo bara eitt leikur öðru. Og svo bara lifna ég við og eitthvað. Hvað er ekki langa tíma til að lögreglan komi? Þegar þú ert á svölum ekki og eins og tré og konan að vökva þig. Hvað er að gefa þig 7 mínútur? Hún er mætt með sírenur. Ég myndi borga pening fyrir að sjá þennan hlutverkaleik Rikki G sem tré út á svölum og konan að vökvan og svo fyrir bara alltaf stað. Hér á FM 957 og það er komin tími á dagskrárlið sem að við Pétur Jóhann vorum oft í og það er að leggja orð í munn nema að við Pétur vorum alltaf bara með 3 orð en ég er með svona, ég með aðeins öðru í þessi leik á þig ekki. Frábært. Já, það sem ég ætla að biðja að gera núna er þú ert veislustjóri og DJ ásamt því að vera útvarpsmaður og íþróttafréttamaður. Allt múlík mann. Já, rosalegur allt múlík mann og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að fara bara á já.is, velja eitthvað nafn, ég hringi í bara einhvað númer og þú þarft að taka svona sölumann á þetta, bara eins og setja að selja bækur nema þú ert að selja sjálfa þig. Þú segir hérna, herri ágóðan daginn, Ríkharður Guðnason heiti ég, oft kallaður Rikki G að hérna og ég starfa sem DJ og veislustjóri, ekki vanta þig eitt slíkan helgina. Nei. Þannig að þú ert bara að selja það. Ég ert ekki að láta mig í það, maður. Já. Ertu tilbúin? Ég veit það ekki. Þetta verður ógeðslegt. Já, en þú verður að byrja á þessu sko. Bara Ríkharður Guðnason heiti ég og starfa sem plötusnúður og veislustjóri á segðu plötusnúður. Ekki vill svo til að þið vantið slíkan helgina. Og ef hann segir nei, segðu það bara já, ok, eitthvað næstunni, ég er laus allt næsta ár. Þetta er þetta í? Það er frábært, já, það er ok, reynum þetta. Já, ég ætla að vinna með nafni Ólafur. Halló? Jú, góðan dag, Ólafur. Já. Já, kontu blessaður og sætlir. Ríkharður Guðnason heiti ég, kallaður Rikki G, starfa sem veislustjóri og plötusnúður. Hvað segirðu gott? Ég segi allt gott. Jæja, sko ég er að plötusnúðast og veistustýra, það getur ekki verið að þið vanti eitt slíka núna helgina? Nei. Ekkert. Nei, það er ekkert ég er hérna austur að borga fyrir eistra, það er aldrei veistla hér hjá mér. Nei, það er ekkert á næstunni, ég er tiltölulega laus út árið og út næsta líka. Já, ég held að það sé ekkert svolítið sko. Það er ekki verið 100 ára og þá verður svolítið veisla. Já. Já, þakka þau samt fyrir vinur, þetta var. Já, takk. Fallega bóði, já, blessaður. Takk. Oj. Ég þarf annan. Nei. Jó, annan. Þetta var svo vond. Þetta er æðislega. Gæinn, versta við að gæinn held ég var ekki að grína sko. Ég veit það. Það er að segja öllum að borga fyrir eistri bara, herðu, það var einhver Rikki G ringið mig. En farðu beint í bara, ekki vanta þig eitt slíkan helgina. Farðu beint í það, þú ert búin að kynna þig. Ég fæ eitt bakka í dag. Halló. Jú, góðan dag. Ólafur. Það er hann. Já, sæll og blessaður Ólafur. Ríkharður Óskar Guðnason heiti ég, kallaður Rikki G, veislustjóri og plötusnúður. Já. Ekki vantar þig eitt slíka núna helgina? Nei, ég ætla ekkert að gera helgina. Þú ætlar ekkert að gera helgina, en ekkert á næstunni eða eitthvað slíkt? Ekki svo ég veit til. En ekkert svona næstunni, ég er tiltrúlega laus út þetta ár og laus allt næsta ár líka? Nei, ég veit ekki til þess. Ég hef þást bara að reyna að hafa samband við þig ef það dittir inn á, en ég veit bara ekki neitt svoleiðis framöndan. Herðu Ólafur, ég þakka þér samt fyrir. Já, ekki að þakka. Takk, ok. Þetta er Ég get ekki eftir því allan dag. Þetta er ógeðslegt. Tökum einan. Þetta grín. Eina konu, gott að byggja hvern var svona. Jóna. Guð mig góður sko. Ég held að gæina átt ammali. Þetta var svona ammalisringing. Ég ætla ekki að gera neitt helgina. Þetta er æðislega. Maður sjá hérna.
Halló. Jú, Jóna. Já. Komdu blessa og sæl. Ríkard Guðnason heiti ég, kallaður Rikki G og er hérna veislustjóri og plötusnúður. Ekki vantar þig eitt slíkan núna helgina? Nei, það er ekki svo gott. Nei, það er ekkit að vera, en eitthvað á næstunni eða? Nei. Ég er nokkuð laus út þetta ár og eitthvað á næsta ári líka, eða laus út allt næsta ári, er ekkert að gerast þá? Já, nei, ég er ekki núna í neinni þorrabótsnefnd eða neinu svoleiðis. Nei, ég ætlaði bara svona rétt að kanna hvernig landi lægi, ég bara þakka fyrir. Já, það var nú ekkert. Já, takk, bless. Hörru, það er greinilega halvt í ári í þessum veistustjórum Plútustofan. Svo það ringja maður allt land eins og séður maður á bók. Ég er án sveittur undir handakrikunum, þetta er svo þægilegt. Svo það ringja maður alltaf ef það ekki vantar því. Nú skilji hvernig sölumönum í síma líður, ég segi alltaf nei sko. Veistu það, þetta er bara orðin dagskrárlegur hjá okkur. Þetta var Rikki G. veislustjórinn í dag. Ég skal lofa ykkur því að þetta er ekki í síðasta sinn sem við förum í þennan lið. Anskoti sjálfur. Það er jólastemming í gangi hér á FM 957. Ef að þú hlustar á Ósk Gunnars alla virka daga, þá getið þú áttu hann á veglegri gjöf frá Jam Audio sem í samstarfi við Elko ætlar að gefa Jam Wi-Fi multiroom hátalara. Þú gætir náður í Jam Symphony að verðmæti 35.000 krónur eða Jam Rhythm að verðmæti 25.000 krónur. Fylgstu með alveg fram til jóla og glæsilegur Jam Audio hátalari gæti orðið þinn. FM 957, gleðileg jól. Skreytum hús með iPhone 7 og MacBook Pro gæti ekki verið jólalegra. Makkland, besta jólaland í heimi. Þegar þú verslar dróna hjá okkur í desember, ferð þú í pott og einn heppinn fær jólagjöf frá okkur og við endurgreiðum drónan að fullu. Drögum út 23. desember. Dronefly.is. En einn kort hafa að fá 13 krónu afslátt af hverjum eldsneytislítra og 2 punkta að auki. Svo getur þú notað N1 punktana þína til að kaupa jólagjafir. Hvað annað? N1, hluti af jólaundibúningnum. Skortur á drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu veldur banvænum sjúkdómum. Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki að byggja brunna í Afríku því vatn er lífsvon og þinn stuðningur gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Eldhúsið okkar er opið til miðnættis í kvöld. Kíktu við í brakandi ferskt Juicy Sushi. Borðapantanir í síma 568 6600. Sushi Samba, Þingholtsstræti. sushisamba.is. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Þú getur alveg grætt þótt liðið þitt tapi. 1x2 við tippum. Yndislega mjúkur og þægilega fallegur. Undirfatnaður og náttfatnaður frá Hanró, Geysir. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður, Skólavörðustíg 18. Hlið dagsins er upp. Homeblest. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Þetta er snillíkurinn Ed Sheeran hér með The Bloodstream í FM 95 Blö. Við erum hér með ykkur til 6 eins og alla föstudaga. Við erum í Fanta gýrdrengirnir og ég ætla að minna það. Ég ætla að gefa hér í lok þáttar. Ég ætla að gefa miða á tónleika sem eru annað kvöld með snillingunni Vagina Boys og Kev Lavík. Þetta er í Norðurljósasal í Hörpu. Annað kvöld byrjar klukkan 7:30 og er til 10:30. Það er líka að nálgast miða á tix.is. Endilega að tekja þessu og eins og ég segi þá ætla ég að gefa nokkra miða hér í lok þáttar og þetta er nú uppáhaldshljómsveitina Steinda, Kev Lavík, koma frá Höfn þessi snillingar og já, ekki spurningum að peppa þá. En Egill, hvað er komið að þér eða ekki? Yes, ég er með keppni sem heitir King of Work. Ég var alltaf unnir endar í spurningakeppninni. Já, þú farið einar ekki til hann ekki. Já, þú fært samt eiginlega, you need a win right now, sko. Nei, það er nú oft með þessar spurningakeppninar að
Maður vill ekki vinna þér. En svona með The King of Work, þá á ég ekki geta tapað. Það mjög lítið núna svona horsing around í þessu. Ok, þá get ég unnið. Já, þetta Getur þú unnið? Það engin sem vinnur meira á Íslandi en ég, sko. Viltu offa trailerinn, væntanlega? En trailer sé þetta í svona mánuði að gera og aldrei spilaður. Hann týndist. Hann týndist, já. Rikki Eitton. Já, einmitt. Já, Rikki Eitton. Eittonum ekki. Nei, nákvæmlega. Blöð bara asshole. Við erum að sjá að skrifa hann á blaðið. Blöð og Richard. Ok, þetta eru nokkar spurningar. Þetta sem ég finnst svona, ef þú ætlar að vera a real man, og það gengi gegnum ákveðna hluti á lífsleiðinni í vinnulega séð. Ok, King of Work. Og fyrsta spurning, vannst í úlingavinnunni eða bæjavinnunni? Já. Bæði. Ó, bæði? Þetta það samar, ekki? Sant, þú veist, úlingavinnunni og bæjavinnunni, ok. Og voruð að reyta arfa og raka og eitthvað svona, þannig, svona basic shit. Eins og allir úlingar. Allt melli himmels og jarðar. Hafa ekki allir verið í því? Já, ég þekki allir strókar sem búið bara í einhverjar fóru að vinna sér smiðir í staðin fyrir að fara í bæjavinnuna, sko. Já, ok. En varstu á króknum í þessu blöð? Já. Hvað, það einhver mínus, eða? Nei, bara og bara eitthvað að reyta arfa á króknum. Einhver mikill arfi á króknum, eða? Nei, það kemur ekki arfi á króknum. Hugsaðar aldrei, þú varst í bæjavinnuna á króknum. Já, með þess að flokkstjóri líka. Það er auka punktur. Hugsaðar aldrei líf mitt in the shitter. Og varst að reyta arfa á Sauðárkróki, bara svona hvernig get ég skiti meira en akkurat núna. Ég var 13 ára eða 12 ára, sko. Mér finnst bara gaman að fá útborga, þetta var fyrsta vinna mín. Ok, þetta er báðið punktana. Já, býtu, hver munun að vera í bæjavinnunni á Sauðárkróki og Kópavogi, maður spyrja það því? Svona meira hard work í bænum. Já, ok. Þú veist bara, þú veist, út á Sauðárkróki, sko. Já, bara besti bær í heimi. Hefur unnið á pizzastað? Já. Punktur og blöð. Ekki segja mér að þú ekki hafa ekki unnið á pizzastað. Nei, ég hef ekki unnið á pizzastað. Rikka er ekki treyst á pizzastað. Ég hef ekki unnið á pizzastað. Ég hef unnið á Pizza Mambo, Pizza 67, Pizza Hut. Ég hef verið mjög dedicated pizzastarsmaður í tíðina. Gerur þú góða pizzur? Já, ég hef unnið sem bakari. Punktur fyrir KFC eða? Ég hef unnið sem sendill. Já, glæsveit, þú ert ekki að keppa. Ég hef fýtt sendill. Ég hef ekki punkt. Ég hef með þessi uppvaskinu líka og mér finnst það mjög gaman. Ok. 2-1 fyrir blöð. Hefur verið yfirmaður? Já. Hvað þú yfirmaður blöð? Úlingavinnur á Sauðárkróki? Ég var flokkstjóri til dæmis þar. Jésús. Það er svona yfirmaður í svona eitthvað. Ég er yfirmaður í gæðsálöfum, sko? Nei, ég var yfirmaður. Ég var yfir öllum hópnum. Ég veit það, en þú veist það Rikki er yfir FM 957 sem er eitthvað virtasta útaftu á landinu. Hann er yfir henni. Allavega, ok, 3-2 fyrir Blondell. Takk. Hefur þú rekið eitthvað? Já. Wow, punktur á Richard. Hefur þú sagt þau eitthvað, hörðu, segja dröllaðara sinni inn? Já, hvað? Þetta er draslið þitt og þitt raskat út með það right now. Or step into my office. Why? Because you're fucking fired. Nei, ég hef ekki tekið það. Tókstu þetta, Richard? Ekki alveg tóku þetta ekki alveg orðrétt þess að þú sagðir en var það eitthvað nautenskur FM-starfsmaður? Hvað er ekki lægið með þetta? Þetta rak. Það bara skiptir ekki máli en jú, ég hef reikið. 3-3. Hversu gaman var það? Skala með 1-10? Það var bara alls ekki gaman. Það er ekki gaman að reika þetta. Jesus Christ. Ég langar ekki að vinna þetta lengur. 3-3. Hefur þú tekið þátt í Office Romance? Já. Yes. Ok. Ég þarf útskýringu right now. Ég ætla ekki að fara náður út í það. Ok, blöð, byrjum á þér. Office Romance. When? Why? Það var í úlingaunni. En þá var ég ekki flokkstjóri, ég var sjálfur úlingur. Varstu yfirmaður úlingaunni? Nei, ég sagði það strax. Ég var úlingur líka. Ok. Ég kynntist einnig stelp í úlingaunni og Sauðárkrókinu sinni. Nei, kynntist henni. Það er mjög ró, akkur er ekki bara lengur bara að heyra þetta. Það er mjög rómantíkt. Þú hefur bara ekkert spurt mig. Nei, ok, Richard. Já, bara í gömlega góða rúmfattalagnum, sko. Í rúmfattalagnum? Byrjar með stelpu, hvað, þú á Stjáni Stuðu? Hann er yfir Kerrónuðar. Þú í Tjarnabíó í kvöldi með sýningu, eða? Því er eitthvað líðast bandara sem ég heit, sko. Nei, bara, ég var að vinna í húsgögnunum. Þú varst ekki að deyta Stjáni Stuðsand í rúmfattalagnum? Nei. Nei, Stjáni myndi líka aldrei vefa, hann og Sofía eru hamingjusamir. Hann er í serious relationship, sko. Já, hann er bara ekki fokka því upp, Richard. Hann er bara að gifta sig, kallinn. Ekki að fara að gera það. En fórstu á bak á dínulagarnum í rúmfattalagarnum, Richard? Nei. En fórstu á bak í vinnuna? Nei. Ok. Í vinnunni? Slaka þá, já, bara, þú veist, já. Hann var bara að spyrja hvort það verið rómans í vinnunni. Það er ekki Kitty Páls. Já. Ok. Hann vann í rúmfattalagarnum, það ekki? Já, ég kynntist honum þar. Ok, það er 4-4, þetta er mjög spennandi. Já. Sko, reynda næsta spurning, hann er eiginlega búin að svara það, spurning er, hefur unnið í rúmfattalagarnum?
Yes. Nei, það ég ekki unnið. Ég vissi ekki að það væri bara leiðin til að vera hell of a man. Já, satt punktur. Góðu vörgur. Það satt punktur á Richard þar. Já, það 5-4 á Richard. Hefurðu sleikt upp yfirmanniðin? Þú veist, eins og hann segir eitthvað brandara og þú hlærð hátt og þú finnst ekki eins og sérstaklega að vera það fyndið. Já. Tekað á mig. Það hefur dottið inn. Já. Og svona bara mjög mikið hlátur og hár. Nei, veist, ég gerði þetta ekkert astnalega. Ég grét ekkert og hlátur. Nei, hver hlæðir svona samt? Maður tók meira svona þennan hérna. Já, ég svona, ég tek Ok, sko. Það 6-5 fyrir Richard. Já, hörru, ekki vel að svara þessu. Það spurningin, hefur hérna stundar samlífi notið ásta á vinnutíma, á launum á vinnutíma? En samt, þá bara ég spurði bara til rúmfattalæðar, Richard. Ástarmögg á vinnutíma, einhvern tíman. Hvað það þá að tala í vinnunni eða? Já, bara þú veist, þú kannski bara á launum. Já, það hefur gerst. Já, glæsilegt. Það hefur gerst. Ok, Richard, hvað var þitt atriði? Akkur er þetta að spyrja mig að því að spyrja hann ekki að því? Þetta blöð þannig vinnu. Hann með X amount of cash í laun og hann þarf ekkert alltaf að vera með viðveru, þú veist, hann séð, skilur. Hann að gera alls konar shit. Þú stimplar inn og út. Hvenær fórst á baki í vinnunum, Richard? Ertu að segja mér, ég var ekki að þetta stimpilklukku þá, sko? Nei, það séu hvernig það verður að fela hlutir fyrir hlustendum. Ég spurði bara... Nei, ég ekki að fela, ég bara hefði gerst. Þú spurði bara þessar spurninga. Já, ég veit að, hvað var það, segir þú? Hvað ég búin að vinna lengi á FM? Mörg ár. Já. Svaraði þetta spurningunni, eða? Já, ok. Það fórstu bara heim. Heim? Skilur hvað hittistu bara á Hotel Cabin eða hvað gerðu? Hotel Cabin, er það? Inn í stúdíónu, ertu búin að... Nei! Jæja, næsta. Ok, alltaf. Það 6-5 fyrir... Nei, það 7-6 fyrir Richard. Hvað margar eftir? 1. Nú, ok. Já, þetta bara mjög basic. Þú veist, ertu fullur og reiður á bjórkvöldum með árshátíðum í vinnunni? Hefur það gerst? Já. Já, það hefur gerst. Einu sinni. Já, það hefur gerst. Lesið yfir yfirmönnum og hvað þannig? Nei, ég var mér ekki til skammar. Þú pikkar einhvern yfirmann og lesta hans yfir honum og hvað? Nei, það hef ekki gert. Og sáttur þú ekki þetta? Nei, ég hef ekki tekið það. Báður hann lendi því? Nei. Já, ég hef alveg komið. Richard the king of work. Það er svolsögðu. Þú hafði ekki við það. Já, veistu hvernig hann vann það? Af því hann er unnið í rúmfattalægnum. Þvílíkur snillingur. Pottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustöð fyrir klukkan 2 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Í dag eru litlu jólin á N1. Allir N1 korthafar fá 13 krónu afslátt af hverjum eldsneytislítra og 2 punkta að auki. N1, hluti af jólagleðinni. Í Kringlunni er notaleg aðstaða fyrir foreldra sem vilja sinna unga börnum í ró og næði. Kíktu við í öryggisgæsluna á 3. hæð og fáðu aðgangað hreiðrinu. Kringlan af öllu hjarta. Alveg eins og í erlendum stórborgum, þá tekum maður Subway þegar maður er að flýta sér. Sjáumst á Subway. Er afmæli framundan? Pítsur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tivoli. Smárativoli.is. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Það verður nóg á jólapökkum, mjúkum og hörðum milljónum í næsta útdrætti. Einn heppinn miðeigandi fær 10 milljónir í einum pakka. Dregið 13. desember, happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Veldu lykilviku á aðventunni og dældu eldsneyti með 13 krónar afslætti hjá OB og Ólís í heila viku í desember. Þú skráir þína lykilviku á ob.is. Lifðu þig inn í jólin með sjónvarpi Símans Premium. Klassískar jólamyndir í desember til viðbótar við yfir 6.000 klukkustundir af gæða sjónvarsefni. Svona á sjónvarp að vera jólin. Sófadagar í Tech og Habitat. 50% afsláttur af völdum sýningarsófum. Tech Company og Habitat, Skógalind 2. Hof fasteignasala. Lykill að farsælum viðskiptum. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hárið eftir þessum meistara, það Keiluhöllin sem býður ykkur upp á FM 95 Blö og ef ykkur vantast það til að horfa á Manchester United Tottenham á sunnudaginn þá mæli ég með Shaken Pizza. Shaken Pizza. Shaken Pizza. Það er komið að lið sem hefur ekki verið leikjum. Mér langaði að spyrja þér ekki að því að Steindi, hann er nú mættur næsta föstudag. Og það sem að svona upprunalegt line-up í FM 95 Blö eru ég, Egill
og Steindi. Rétt. Og það liður sem hefur verið í góðri pásu sem heitir giftast, sofa hjá drepa. Mikill aðdáandi. Já, þannig að Egill fær ekki að svara í þeim lið í dag. Það er bara, fríi? Þú ert í fríi núna. Ég ætla að setja Rikka í FM 95 blöð, giftast, sofa hjá drepa. Ég, Steindi, Egill. Þar raukstu þið að vel? Nei, kannski ekki það raukst þið að vel, en svona að segja af hverju. Veitti Blöð, Egill Einarsson og Steindi Junior. Allt góðu félagar. Já, hvað hérna áns að fara eitthvað náðu? Hverju myndir þið giftast? Á þessum þriða. Sko, ég hugsa alltaf... Það er eftir að Steindi, hann er ekki til að horfa á hann. Nei, hann er ekki til að horfa á mig. Sko, ef ég ætta að giftast einhverjum, ok. Nú ætla ég bara að vera hreinskilinn. Það er rosalega, hérna... eitthvað fara að æla, það er rosalega gott að hanga með þér Blöð. Þú hefur basically, við erum bara identical þegar kemur áhugamálum. Ég er náttúrulega mikill golfari og ég elska golf. Reynda, við myndum fara saman í golfferðir. Ég er að segja það. Þeir spila ekki golf. Og þú veist, það er oft erfitt með konuna, sko, þú veist, hún er alltaf Viltu vera með mannin hangandi í einhvern einan skipt sem að fara í golf? Ekki gott að fá koncepti með golfferðum og fara smá break frá gaman að fara með kærastanum bara í golf, manninu sko, málið það að ég og Blöð erum líka við erum miklu keppnismenn. Hver er alltaf að pásu frá hann? Vel gert, Richard. Hvernig farið pásu frá Blöð? Þú ert búin að velja þér góðan eiginmann þarna. Hann er með í öllu sem þú gerir. Getur þið gott að bolta með félagunum, hann er alltaf hangandi yfir þér. Hvað með þér í golf, í ræktinni, hvað ferði einn? Hvert ferði einn? Þetta var vel valið, Richard. Nei, málið það að, sko, svona alltaf dæmið þegar konur er að segja ertu að vera í golf? Já, ok, frábært. Hvenær kemur þið heim? Ertu að vera í golf? Þú líka golf var 18 hólar á dagar ekki, ég skilja hann sér pyrruðið því, sko. Á sumrin. Já, sumrin. Sumrin eru frábært tími og ég og Blöð erum báðir keppnismenn. Ég veist að við getum verið good team. Ég myndi giftast Blöð. Vel valið. Það myndi enda til mánuð. Þetta var vel valið. Max mánuð. Skilja það með tíma þarna. Bara hérna, bara fyrir þetta svar ekki. Að hvað er í gangi hérna? Nei, ég er svo ánægð með þetta svar. Hún er eitthvað bílu hérna. Nei, það er fínt hvað það var að setja á nú. Nei, þetta hérna, bara fyrir þetta svar, Riki, að þú ætlar að giftast mér, þá færðu Hætti að gefa Rikka Arnar Gunnlaugs trailer. Hætti Arnar Gunnlaugs, það er ekki fara að endurvekja það hopp. Ég með nokkuð sögur á hann. Já, meðan til þess að ég bara með Vegas. Ég með 20 sögur bara frá þeirri ferð, sko. En pældi bara samt í því að vera að giftast Blöð. Hann er valsar eins og ég, hann er United maður eins og ég, hann er golfar eins og ég. Ok, þú getur ekki eins og fara á Hlíðarenda einn. Það er hangandi við það líka. Það er búið að velja eiginmann, vel valið. Hverju myndir þið sofa hér? Sko, þetta er mjög óþægilegt, sitja á hliðina og það er ákveðar. Þetta er mjög svona, þú veist, það er samt eitthvað bara svona sem segir mér bara eitthvað svona gut feeling að ég yrði, sko, ég yrði að velja Steinda að sofa hjá. Það sendur mér í sveit. Steindir að tennir í, sko. Hann er ekki heilt í þeir og sagt við að senda hann til sveit, sko. Hann er ekki frétt að þig. Og nú ætlar að sofa hjá Steinda frekar en lagi. Já, sko, ég hef ekkert að gera við Egill. Hvað með ekkert að gera við mig? Það var frábært. Hann var alltaf bara að drepa. Gátt ég helskaðin og vöðum ekki. Bara, þú veist, hafa okkur mjúkan og þú getur bara Egill er í pottið þegar maður farið upp í rúm eitthvað, getur ekki aðeins tekið aðeins nokkuð kíló eða eitthvað, þú veist bara. Já, hann er eitthvað svona, hann fer eitthvað að setja út á það. Já, eitthvað svona, ég er pínu óöruggur, þú veist. Á meðan ég og Steindi sem eru svona báðir í holdafari og svona, þú veist, við myndum svona kunna meta hvern annan bara svona. Já, sko, hann er að rökstyðja vel. Ég myndi bara elska það eins og þú ert, Richard. Þú er ekki gert að hinga til þetta. Ég er makiðinn, hvað ég var alltaf að segja við djöfull, þetta feitur og ógæslega. Þetta er ekki, þú ert ekki makið. Nei, þetta er bara, ég ætla að sofa þér einn nótt. Ég er alltaf stressaður. En ég er makiðinn þetta kvöldið. Ég er alltaf stressaður og Egill eitthvað svona kemur úr alveg þvílitt helskafinn og svo fer ég úr og hann bara Richard, þú verður að fara að gera það, sko. Það er svona típist Egill. Ég ætla að senda Egill upp í sveit. Það er bara þannig. Það heyrðu það, Egill, þú ert bara að senda með fiskunum hjá Rikka. Því miður. Já, ég rúllu með þig upp í hausnum, Við þeim öllum með, en langar bara þig að fá Og ég hata hvern hún hagar sér, öðruvísi kringum þá Eða það bara ég, veit ekki hvað rétt og rang En ég sýni hvað ég get, veit að hún vil líka koma með Okkar sé
sex Sjáðu hvar ég enda, baby, fylgstu með Þekki strákinn, þekki best Hatar illa, elskað vel Gerir mig svo fucking vel Ég gleyma fucking gleyma þér Ég gleyma fucking gleyma þér Já, ég rúlla með þig upp í hausnum Á Íslandi í dag Aron Kahn með Rúll upp hér í FM 95 Blö Klukkuna vantar 10 mínútur í 6 Við erum búin að vera í miklu stuði hérna drengirnir í dag Búið að fljóta að líða eins og alltaf Já, þetta er búið að vera mjög hressandi dagur hérna og góð tenging, Rikki G hérna búin frá kostuminn dag Já, hvað hérna, hvernig er helgin? Byrjum að þér ekki Hvernig er helgin þér? Það virðist bara vera nokkuð Þetta ekki fullur? Hæ? Það er að hitta gömlu vini? Já, það er á morgun að matabóðana kvöld hjá gömlu félagunum og árbænum og þá verður fullur Rikkin endar á perunni Ég segi ekki alveg perunni, það er Katalónían eitthvað svona, ég er ekki mikill fiskmaður en Katalónían eitthvað svona jólaréttu það er saltfiskur, ég kvíði mjög mikið fyrir því ég viðurkenna. Svo eru þetta Haukar Stjarnan í Dominos-deildinni í kvöld ég verð þar á samt Svala Björguns gamla Lísa Það með að svo þetta United Tottenham á sunnudaginn ég verð að hita upp fyrir þann leik á samt miklu meisturum það með að helgin bara mjög góð Nóg að gera Já Egil, hvernig þín? Já, við náttúrulega erum árita á morgun Við erum árita í Eymundsson á morgun síðan árita Hagkaup á sunnudaginn Erum við árita þegar Manchester United Tottenham? Við erum við eigum árita akkurat þegar að sáleikur Ég var 8 mánuð þegar ég skytu Ég ætla að gákundi getur mögulega fært áritinu hann aðeins áður fyrr Ég ætla að sjá hvað það sé möguleiki Heyri Hagkaup aðeins með það En ert þú að fara fyllir eins og Rikki? Nei, slökunarhelgi hjá mig því að við erum hérna við félagarnir árita og getum ekki verið skil þunnir í því, það gengur ekki. Það er rétt verið. En þess ég er glaður með þetta, kóngurinn Ívar Guðmunds var að peppa okkur á Twitter og síðan veit ég að kóngurinn Hjörvar Hafleðarsson er að hlusta líka og kóngurinn Valtý Björn, þeir eru allir hérna að hlusta okkur í dag. Það væri nú fallegt að það væri allir þrír saman að hlusta. Er þeir allir þrír heima á sér að vöka sig að hlusta? Ég vona það. Nei, ég veit að Ívar Guðmundur í London. Já, pælti samt metna, en ég var komin til London og hann er að stríma að nota FM-appið Já, þetta er að hlusta Ef einhver að skilja sjáta þá er það King Ívar Ævar Gött Möndsen hendi með daginn, hámark og helli eitthvað prótisúkulaði og hendur sprími og bara upp á þurru þetta er þvílíkur maður En óreglublö, er hann rólegur í kvöldið eða? Já, hann er að frá þetta Það er bara þannig Það er óreglublö að taka rólega helgi Já Það er erfið næsta helgi Við erum ofurlega næsta föst Það er áli jólapíla Já, það er hægt Það er ég í Vestmannum Það er fyrir því sem að sko einu sem Rikki G var lág fyrir utan hérna Rikki G í síðustu jólapílu lág dauðurinn á baðherbyggi Já, hvað heit það, hérna ljónið hérna Rauða ljónið hérna Það var endur ekki síðustu jól sko Klukka var 9 og krakkar voru á poti fyrir utan staðinn Það maður stætti fyrir utan staðinn Þú varst líka döður fyrir utan staðinn Þú varst hérna baði og líka Ég er þetta að staða ekki, voru krakkar að poti Nei, ég var ekki krakkar að poti Þú veist að ljúa bara inn í beinu útsendingu Það er svæðilegt Krakki að bara með prigg, bara bóta svona í mig Ég veit ekki að klukka var svona 9 og bara virkut Það var ekki 9, sem á þálu á hreinu Lungu búið að loka og allir að fara sko En vonandi verður helgin góð hjá ykkur Fallega fólk farið í valleðu og eigi góða helgi Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag Þá er Steindi Junior mættur aftur Rikki, þú ert búin að standa þess og hetja þessa 2 föstudag Takk að þér Takk kjærlega fyrir okkur Hvar er leikurinn Haukar Stjarnan? Herru, hann er í Hafnarfirði, Schenker-höllin Þannig að þú ert að bruna bara beint í Hafnarfirðinu Basically Yes, skilaði hvað á Svala Og Schenker er frábært fyrirtæki, koma því á framfæri Já, glæsilegt Egil, hvernig líst þér á enda þáttin á Nei, herði já, ég ætlaði líka að gefa miðamar Ég má ekki gleyma því, ég ætlaði að gefa því bara gefa hérna þegar þáttinu er búinn að endilega ringið ef ykkur langar í miða á tónleika sem eru annað kvöld með Vagina Boys og Keflavík Þeir eru í Hörpunni á morgun og það er líka miðasala inn á tix.is en ég ætla að gefa hérna nokkra miða og Tix síman, það er 511-0957 Egil, hvernig líst þér á að enda þetta á þessu hérna? Wow Sáttu þið þetta? Þetta er rosalegt Þetta er jóla alltaf tíma Thank you Við heyrumst næsta föstudag Góða helgi Drop the bass, Jesus I want for Christmas is a healthy body Reindeer, fly me to my gym Wait over the holidays But I say Game must 1000 kall farið eða 2 frímiðar með öllum sexy fötutilboðum
Hvar ætlað þú að byrja kvöldið helgina? Keiluhöllin Egilshöll, þar sem venjulegt fólk kemur til að sigra. Þetta frí frá áreiti var í boði Icelandair. Gefðu þér og þínum frí jólin. Icelandair. Gríftu jólafötuna á KFC. 10 original kjúklingabitar og 2 lítrar af gosi á 3.799 krónur. KFC, svo gott jólin. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Höfðabílar kynna, nýtt og betra útisvæði, stórir, litlir, nýjir og notaðir. Við eigum bílinn fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Við styttum biðina eftir jólunum. Notaleg stemming, lifandi jólatónlist og leikhópurinn Lotta leikur fyrir börnin klukkan 2 á laugardag og klukkan 4 á sunnudag. Komdu og sjáðu Hróa Hött, Þyrnirós, Litlu gulu hænuna og Gilla Grísling nú helgina. Sjáðu dagskrána á smáralind.is. Opið til klukkan 10 í kvöld. Allt til jóla í Smáralind. 25% kynningarafsláttur af öllum dömu og herrafatnaði. Kortefíl Smáralind. Mimic, sýndu þitt rétta andlit. Skemmtilegt spil sem fær fjölskylduna til að gretta sig saman. A4